Komdu sæl og blessuð meyjan mín góða. Þá ert þú síðast af jarðarmerkjunum að fá þinn lestur og þessu sinni. Þessi lestur fjallar sambönd eða samskipti í þínu lífi. Það getur verið ástarsambönd eða vináttusambönd eða einhvers konar tenging sem að þú ert að velta fyrir þér. Eða vilt fá einhver svör varðandi og þetta eru spilin sem að við ætlum að nota í kvöld og þá byrjum við bara. Kæru meyjur, hér koma fyrstu spilin ykkar. Ég verð nú bara að segja það að ég fékk smá sting í hjarta þegar að ég sá þetta spil hérna, Feeling Alone. Ég er búin að eiga þessi spil lengi en ég hef ekki tekið nógu vel eftir þessu spili. Ok. Mér sýnist þú vera svolítið í þessum aðstæðum eða tilfinningarlega vera stödd þarna að það er einmanaleiki hjá þig. Og þetta er tilfinning sem er búin að fylgja því lengi, kæra meyja. Þú ert þekkt fyrir það að draga því í hlé, vera svolítill einbúi, eins og spilið þitt í tarotspilunum gefur til kynna sem heitir einbúin. Þú ert búin að vera að leita svara, þú ert búin að vera að leita að einhverjum sannleika, seek the truth. Það er eitthvað sem að er búið að vera velkjast með þér lengi sem þú ert búin að vera að skoða og þér finnst að þú getur ekki í raun og veru opnað þig og verið með tekið þátt í svona vera með öðrum og deila tilfinningum þínum með öðrum fyrir en þú ert búin að fá þessi svör. Og það gengur illa og þess vegna er þessi einmanakennd að hrjá þig því að þú virðist ekki ná að þú kemur alls staðar að tómum kofanum. Við skulum bara orða það þannig. Ok, ef til vill er það bara vegna þess að aðrir eru ekki að gangi í gegnum það sama á þú. Og nú erum við að tengja þetta við sambönd eða samskipti í þínu lífi. Þannig að þetta á ef til vill við einhvers konar samband þar sem að hefur orðið eitthvað rof eða brestur sem að kannski á eftir að heilast. Nú eru tveir aðilar hérna. Hinn aðilinn, það er svona svipa ástand á þeim bænum og það er helpless og hopeless. Hvað er í gangi hérna? Kæra meyja. Það er greinilega einhver skilaboð sem er ekki að komast til skila. Það er greinilega einhver tenging hérna sem að nær ekki, einhver endar sem ná ekki saman og hinn aðilinn er að koma út úr einhverju ástandi þar sem að mikið vonleysi ríkir. Ok, en þetta er svona pínlítið samt partur af fortíðinni. Þannig að sem betur fer þá virðist hafa orðið einhver þróun hérna til hins betra hjá báðum aðilum, einnig hinni manneskjunni og sjálfstraustið er svona að taka völdin hérna.
að hafa trú og ná árangri, það að koma inn. Þegar að hlutirnir byrja loksins að gerast, þá byrja þeir með miklum hraða og miklum krafti. Ef til vill þetta einsemda tímabil, ef til vill þessu tímabili þínu að ljúka og þú ert að fara yfir í það að geta farið að svona opna þig meira og tjá þig meira og deila þar af leiðandi kærleikanum sem þú hefur, ástinni sem þú hefur í hjartanu. Og mér finnst þetta vera svolítið ekki bara að deila með einni manneskju, heldur kannski bara með þínum nánustu eða vinum eða vinahópi. Gæti verið sem sagt lítill eða stór hópur. Þannig að þetta hefur eitthvað að gera með það að opna og vera meira sósíal líka. Að fara úr þessu einsemdartímabili yfir í það að vera með öðru fólki meira. Ok, hinn manneskjan virðist vera meira sóló og það þetta skip og það falleg mikil birta fyrir stafni. Þetta þetta ekki stafn á skipi? Jú, ég held það. Minnir mig pínlítið á friðarsúluna hans Jóko. Kannski þetta skip sem að koma í höfn eða það eitthvað ljós allavega sem að þetta skip stefnir á. Ef til vill þetta bara að því nú ég að horfa á ljósi hér líka. Það kom upp í hugan á mér að þetta þitt ljós sem að draga þetta skip í höfn. Ok, þetta var bara einhver myndlíking sem að allt í einu poppaði upp. Og þessi sannleikur sem þú ert að leita að eða búin að vera að leita að kemur ef til vill inn með þessu skipi. Nú veit ég ekki hvort að þetta einhver víkingur sem á leiðinu því að mér sýnist skipi vera slegt eða hvað. Það allavega gróska framundan og velgengni og það að hlutir eru að fara að ganga upp sem að áður kannski skorti næringu, skorti kraft. Og það svona pínu eins og svona smá hvirfilbylsorka sem fylgir þessum spilum. Ok, höldum aðeins áfram. Kæra Meyja. Það eru ofboðsleg þyngsli í spilunum þínum. Einsemdin var áðan, hér höfum við óánægju, leiðindi, hér höfum við þörfina fyrir að hvílast og ná kröftum áður en að haldið áfram á jákvæðan hátt. Þannig að þetta búið að taka á, greinilega, kæra Meyja. Kannski eitthvað í lífið þínu búið að vera í gangi sem að hefur valdið því að þú hefur dregið í hlé og það hefur tekið meira áheldur en margan grunar og valdið því að þú ert svolítið týnd. Ég segi kannski ekki þunglynd, kæra Meyja, en ég vil meina að þetta sé mikil óánægja og svona mislindi sem í gangi. Það er eins og þú finnir ekki lífsneistan þinn, eins og hann sé týndur í þessari leitinni að sannleikanum.
framundan bara tími til að endurnýja orkuna þína og hvíla þig. Og ef til vill gerir það með því að leita út í náttúruna og sérstaklega innan öll þessi fallegu tré sem að hér eru og þennan græna lit, það er kannski eitthvað þar sem á eftir að veita þér næringu. Svo er hérna jákvæð hreyfing fram á við sem að er líka bara mjög gott að sjá vegna þess að spil hinnar manneskjunnar eru á svipuðum nótum og ég velti fyrir mér hvort þetta sé samband sem hefur annarkvort orðið við skilnaður eða rof. Eða þetta séu tvær manneskjur hérna, þú og þessi hinn manneskja sem að einhverja hluta vegna náið ekki að tengjast. Hinn manneskjan virðist eiga ákaflega erfitt með ákvarðanatökur. Það er margt sem togar í hana, margar áttir sem koma til greina og það reynist henni mjög erfitt að velja í lífi sínu þá leið sem að veitir henni hvað mesta ánægju. Við höfum öll heyrt þetta sko að við fáum ekki endilega það sem við viljum en við fáum það sem við þurfum. Og kannski erum við bara ekkert ánægð með að fá það sem við þurfum. Þá er það egóið sem stígur þar inn og fyrir að afsakja orðbragðið fokka eins í okkur. Það er eins og þessi aðili, þessi manneskja, sé hálfbuguð undan þessari stöðu sem hún er í og nú veit ég ekki hvort hún hefur verið í bardaga, allavega virðist mér eins og henni líði þannig að hún sé búin að tapa einhverju stríði eða tapa einhverjum bardaga. Því að hún hörfar tilbaka og hörfar aftur niður sömu gömlu tröppurnar, niður í sama kjallarann og hún var í sem hún þekkir svo vel. Og þessi kjallari getur staðið fyrir ákveðið lífsmunstur, getur staðið fyrir þunglyndi, getur staðið fyrir eins og kom hérna í spilinu áðan sem er líka 5, getur staðið fyrir ákveðna einsemd. Það að hörfa tilbaka í einsemdina vegna þess að hún stendur í þeirri trú að hún hafi tapað. Og hér höfum við 3. 5. 5 tákna alltaf breytingar og hreyfingu sem að vissulega er í öllum þessum spilum. Hreyfing hérna á sem sagt hvað á ég að segja? Þetta er já, það að vera einmana eða líða eins og maður sé einn, það er óánægja og óánægja er svona ákveðin tegund af hreyfingu, hún kemur hreyfingu á tilfinningarnar og síðan kemur hérna tilfinningarlegt tap sem að mér finnst líka benda til þess að þessi manneskja er mjög langt niðri, við skulum bara segja það, er mjög langt niðri, á mjög erfitt með að taka ákvarðanir og hjakkar þess vegna alltaf í sama eða svipuðu fari sem að gefur henni ekki neitt, þar sem að tilfinningarnar fá ekki að vaxa.
Og heldur en í raun og veru svolítið fanginni. Já, ok. Nú er ég að fá hérna bara bein skilaboð. Það er verið að segja hérna við mig ekki gleyma kertinu. Kertið, sem er í raun og veru vonarglæta, ljósið, sem segir og sýnir að það er ekki öll nótt úti enn hjá þessari manneskju. Þessi logi hérna sýnir að hún getur notað hann til að lýsa sér leiðina á betri stað, betri mið. Annaðhvort þá upp tröppurnar og fylgja birtunni eða að finna einhverja aðra leið út. Ok, það hefur verið hérna ákveðin missir, ákveðin erfiða tilfinningar. Og hér er það sama, það er birta að baki manneskjunni en hún snýr bakinu í birtuna. Horfir inn í myrkrið. Þannig að þetta er spurning að snúa sér við og fara að temja sér aðra leiðir, kannski aðra hugsun. Og ef til vill er það partur af ykkar samskiptum eða ykkar samspili hér að hjálpast að með að halda jákvætt áfram fram á veginn. Þú gæti verið að rétta þessari mannesku ákveðna hjálpar hönd eftir að þú ert búin að byggja þig svolítið upp hér. Eða þessi manneskja getur verið ákveðin svona lærdómur eða fyrirmynd fyrir þig og áminning kannski að fara ekki tilbaka í gamla farið. Áhugavert. Interesting, eins og ég segja. Já, við ætlum að halda áfram. Við skulum sjá hvort það kom ekki eitthvað meira. Vá, hvað ég var glöð núna. Ástin gerir vart við sig. Ástin kemur hérna inn, meyjan mín góð, og bendir á að það er komin tími til að sleppa tökum. Sleppa tökum á einhverju sem hefur verið að íþyngja þér og losa þig undan einhverju oki. Þið sjáu dúfuna hérna sem hún er að sleppa frá sér. Slíta bara tengsl ef að þarf frá því sem hefur verið að halda þér niðri. Það getur verið að ástin eigi sinn þátt í því að hjálpa þér út úr einhverju erfiðu tímabili sem þú hefur verið að ganga í gegnum, eins og við sáum í spilunum áðan. Ástin getur kviknað hvenær sem er og hvar sem er nánast. Einhver tenging hér sem að veitir þér allavega það mikla von og gleði að þú ert tilbúinn, kæra Meyja, að sleppa tökum af þessu sem hefur verið að draga þig niður. Hinn aðilinn, hinn manneskjan, sem virtist hafa átt erfitt líka, er svolítið stödd með hjarta sitt í klemmu. Og þetta er svolítið sérstakt því að þetta er ekki fyrsta merkið þar sem þessi staða kemur upp. Það er að segja, hjartað er í klemmu á milli þess að sleppa tökum og þess að hafa stjórn. Að treysta
að allt fari vel, að treysta að almættið muni sjá hlutina, treysta því að það sé eitthvað gott á leiðinni, treysta því að það verði séð hjartað, það þarf ekki að vera í búri, það þarf ekki að passa, það þarf ekki að loka það inni, læsa það niður í kjallara, það þarf ekki að hafa stífa stjórn á hjartanu, tilfinningunum. Þetta finnst mér vera manneskja sem hefur lent í særindum og er ofboðslega vör sig og vör tilfinningarnar sínar. Þetta spil táknar líka manneskju sem leitar í hluti til að deyfa sig frá sterkum tilfinningum. Lokar á hjarta sitt með einhvers konar fíkn. Það getur verið hegðun, það getur verið efni, það getur verið lífsstíll sem er ekki jákvæður. Drykkja, kynlífsfíkn, hvað sem er. Þetta er manneskja sem er bókstaflega svolítið hrædd við sínar eigin tilfinningar. Sem þýðir það að leið og tilfinningar láta sig kræla, hún fer að finna fyrir þeim og stekkur hún í vörn og reynir að deyfa það niður. Mjög mikil einföldun hjá mér, ég veit, en þetta er bara svona það sem er að koma til mín varðandi þetta. Og þetta er spurning að finna eitthvað fínt jafnvægi hér á milli, þess að vera með ofurstjórn og að vera algjörlega óábyrgur. Ég sé þig, kæra Meyja, vera svolítið mikið bara að huga að þér, sjálfri þér. Með því að losa þig við gamla tilfinningabagga, svo vorum að tala áðan, og losa þig frá öllu sem heftir þig. Það virðist vera þér mikilvægt að þú sért frjáls, og opin, ef þið vilt til að taka á móti ástinni sem að sýni sig hérna. Ef þið vill ertu að reyna að losa þig frá meðvirknismynstri eða hegðun sem að þú hefur verið föst í svolítið með hinni manneskjunni. Þetta spil hérna fíflið boðar allavega það að það er óhætt að treysta og leyfa bara hlutunum að gerast. Og við skulum sjá hvað næstu spil segja okkur. Sólin kemur hérna og lýsir upp hjá þér, Meyja mín góð. Þetta er það sem er framundan fyrir þig og það eru breytingar á högum þínum sem að sýna sig hérna líka. Það getur verið að trausta fyrir sjáanlega einfalda lífið þitt muni svolítið skjálfa á næstunni og hlutirnir munu vera undir orknir breytingum. Það er bara í góðu lagi. Þú virðist vera tilbúin að hleypa birtunni og ástinni inn í lífið þitt og það er bara svolítil uppljómun í gangi hérna. Innri styrkurinn er rosalegur. Og það er eins og með þessum breytingum sért að kasta af þér einhverjum ham og stíga svolítið ný
og fersk inn í nýja tíma. Ef þú hefur verið, kæra Meyja, í einhvers konar fjötrum, þá ertu að kasta af þér fjötrum hérna framundan. Mér finnst vera mikill andlegur þroski sem kemur hérna inn með þér og þú ert svolítið að stokka upp í hlutum, innra með sjálfri þér líka. Þú ert að taka föstum tökum þar sem að áður hefur kannski verið óreiða og þú ert mjög meðvituð hvernig þú vilt að hlutirnir verði í framhaldinu í þínu lífi. Og það kemur sá tímapunktur þar sem þú munt þurfa að sýna mikið hugrekki og stíga svona yfir ákveðin þröskuld þar sem þú veist ekkert hvernig hlutirnir verða. Sem getur verið alveg gjörólíkt því sem að þú ert vön. Meyjan er yfir höfuð, mjög varfærin, passasöm, vill hafa hlutina í röð og reglu. Og fyrir Meyju til dæmis að flytja, það getur verið bara oft á tíðum erfitt. Ég tala nú ekki að flytja eitthvað langt og ég veit ekki af hverju ég er að tala þetta. En einhverjar ykkar kæru Meyjur eru greinilega að fara að flytjast búferlum og eru að fara að stokka upp algjörlega ykkar líf eins og það er í dag. Og ég held þetta séu, sko, í einhverjum tilvikum eru þetta flutningar úr landi. Þetta er það mikil breyting. Og þá er nú aldeilis gott að treysta bara. Það er eitthvað mjög jákvætt og fallegt að koma inn þarna með sólinni. Og þessum miklu breytingum hérna, disruption. Ok. Hvort að það tengist hinum aðilanum, veit ég ekki. Mér finnst þetta meira að vera bara þú og þitt líf. Við skulum sjá hvað kemur í framhaldinu. Ok, ég tók hérna sitthvort orkustöðarspilið, annað fyrir þig og hitt fyrir hina manneskuna. Þetta er svona svo orkustöð sem að kannski þarf að huga að eða efla og hjá þér færðu hvatastöðina og mér skilst að það sé svona stöðin sem að hafi svolítið að gera með frjósemi og það að fylgja, sko, að vera spontant, fylgja eftir því sem kallar á þig og meira slíkt og það hljómar alveg með því sem ég var að segja áðan varðandi breytinguna á lífið þínu. Já. Þetta er orkustöð sem þú þarft eitthvað að skoða og ef þið vill að virkja betur eða þú munt finna breytingu á þessu sviði á næstunni. Hin manneskjan fær aftur á móti hálfstöðina. Leið og ég segi þetta þá þeir eru að ræskja mig. Hálfstöðin hefur að gera með tjáningu. Hún hefur að gera með að tjá líðan sína, að tjá skoðanir sínar og segja svona það sem að manni býr í brjósti. Líka taka við tjáningu frá öðrum. Þannig að svona miða við líðanina sem að var hérna áðan hjá manneskjunni sem að þú ert svona með í huga, kæra Meyja, þá finnst mér mjög jákvætt að sjá að hálfstöðin komi hérna upp því meira sem að þessi ákveðna manneskja tjái sig hlutina,
því meiri líkur eru á að hún nái aftur jafnvægi og kannski meiri veljiðan í líf sitt og kannski bara jafnvægi á milli ykkar og í ykkar samskiptum líka, því að það nú það sem að þetta snýst Samskipti á milli ykkar, ef til vill máttu eiga von á samskiptum á næstunni frá viðkomandi. Ok, þá fer þetta svona að síga á seinni hlutan. Nú tökum við hérna spil fyrir báða aðila, hvað þú myndir vilja segja við hinn aðilann ef þú gætir og hvað hann myndi vilja segja við þig. Ok, þá komu 2, allt í lagi. Já. Ok. Þú ert bara mjög ákveðin hérna og segir bara að samband þetta er búið. Engin séns að vaksa og breyta lífi sínu. Þannig ég veit ekki hvort að þú ert að láta viðkomandi vita að það verði ekkert af sambandi ykkar eða að þú ert að slíta sambandi. Kannski ertu bara búin að fá nóg af ykkar samskiptum og þér finnst ekki ástæða til að halda þeim áfram. Heldur allir bara að einbeita þér að þínu lífi, að græða þín sár, umbreyta lífi þínu og efla einhvern vöxt þar. Þetta er svolítið brútal spil, finnst mér. Mjög ólíkt þér, kæra Meyja, að vera svona hrá og hreinskilin, en ef til vill er það bara eitthvað sem að þarf hér. Skilaboðin frá hinni manneskjunni til þín eru hérna í tveimur spilum. Það er fuglinn Fönix. Þessi manneskja vill endurlífga sambandið, renew, rekindle. Það er umbreyting þar líka, gott að sjá það. Þannig að sú manneskja virðist vera að rísa upp úr erfiðleikum og vanlíðan. Hér er líka gróska og það að einhver hefur skipt skoðun eða er komin á aðra skoðun heldur en hann eða hún var á. Þetta er einhvers konar ný byrjun hérna. Þannig að hvort að þessi manneskja er að biðja þig nýja byrjun, fuglinn Fönix reis alltaf úr öskunni, aftur og aftur og aftur. Kannski ertu búin að eiga nýjar byrjanir með þessari manneskju og nú finnst þér nóg komið. Skal ekki segja. En í dauðanum er svo sem alltaf ný byrjun líka. Dauðin er ekkert annað en umbreyting. En hitt spilið sem kom hérna, þar stendur skýrleiki, sannleikur, opinberun. Kraftur og heiður og vernd og þetta er sverðið og rósin og þetta minnir mig á ásinn í sverðum í venjulegum spilum, venjulega tarotinu. Þannig að þessi manneskja virðist hafa uppgötvað einhvern sannleika og eitthvað hefur opinberast fyrir henni, kannski varðandi ykkar samskipti eða samband. Og sverðið stendur líka fyrir samskipti, talandi hérna hálsstöðina. Þannig að ef til vill er þessi manneskja tilbúin að tjá sig núna á annan hátt heldur en áður, því að það hefur greinilega einhver umbreyting orðið og einhver uppgötvun sem að
er að valda þessum viðsnúningi. Ok, ég ætla að gera eitt. Ég ætla að taka hérna eitt aukaspil fyrir þig líka, fyrst að það komið þarna 2. Við skulum athuga bara hvað þú myndir, hvernig ég á að orða þetta. Hvað viltu segja við manneskjuna eftir að þessi skilaboð ná þínum eyrum? Ok, hér er spil sem heitir Heartbroken. Já. Þessi manneskja hefur greinilega sært í djúpu hjartasári. Aðskilnaður, depurð, break up, feeling lost, minnið eftir spilinu áðan hérna einmannaleika spilinu. Og hér er grieving og mourning sem að er það að syrgja og sjá eftir hlutum. Þannig að það hefur greinilega eitthvað gengið á í ykkar samskiptum sem hefur valdið þér særindum og djúpu hjartasári. En það er þá kannski bara gott að þú tjáir það og þið getið þá kannski rætt hlutina á opinskáan hátt. Já, Maya mín góð. Þetta er svolítið dramatík í þessu, en það er kannski alveg þín von og vísa. Þú færð eitt hjarta að lokum eins og allir hinnir og vonandi er einhver jákvæð fallið skilaboð hérna til þín. Vinátta. Ræktaðu vináttuböndin. Ok. Hvort sem að það á við þennan aðila eða einhverja aðra vini í þínu lífi, það veist þú kannski betur heldur en ég. En ef þið vill þurfið þið að verða vinir áður en að eitthvað meira fer á stað. Og kannski getið þið bara skilið á þessum nótum að það verði vinátta á milli ykkar án þess að eitthvað meira komi til. Kæra Maya, þá ætla ég bara að þakka þér fyrir að horfa og hlusta. Ég vona að þú hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða allavega haft gaman á honum. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.